eins og annarlega þá byrjum við á fréttum dagsins og María komið með þær, hvað? Já, kannski fyrsta svona frétt dagsins að ætla má að 440 manns hafi látist af COVID á síðast ári. Já, RÚV var með þetta, bæði í fyrsta frétt í hljóðvarpi og sjónvarpi. Já, einmitt. Þetta eru áætlanir, sirkað út af því að það eru umfram dauðsföll. Já, þannig að þau sjá náttúrulega í fyrra, tölvöld mikið, 200 umfram dauðsföll. Einmitt. Þetta var náttúrulega búið að rekna út svona umfram dauðsföll held ég, fyrir utan það var allt náttúrulega mikið betur skráð og haldið utanum allt, þannig að árið þar á undan vegna COVID. Er þetta ekki uppgjör eftir árið sem að koma núna? Jú, þetta uppgjör eftir árið. Og maður getur náttúrulega hæmt og sagt, já, getur verið eitthvað annað, en þegar þetta borið saman að þá eru þessu umfram dauðsföll koma á tímanum þar sem að voru svona, hvað hefur að segja, hrínur dauðsfalla út af COVID. Snemma árinu 2022 og svo aftur vorið. Já, sko það samt, núna aftur að hækka. Það að sækja sér veðri núna COVID aftur, já. Það að aukast smitt og það að aukast dauðsföll? Já. Á þessu ári? Já. Þú varst að skrifa frétt það á Samstöðina? Já. Þannig að þetta svolítið sláandi og þetta svolítið sláandi þessi frétt komið mitt í dag, á sama dag og bara heilsugæslan að kveðja og segja bara nú erum við hætt að testa. Fyrir COVID. Já. En nú hafa Íslendingar og Íslands stjórnvöld stætt sig af að hafa farið betur út úr COVID. Einmitt. Því nú stundum verið að svona bera saman, reyna að finna út hvað við getum borið okkur saman við, hvort við bera okkur saman við eyjur og eitthvað svona og þannig að maður deilum það, hvort við höfum staðið okkur vel eða maður tekur bara dauðsföllin. En merkir þetta að við höfum staðið okkur kannski helmingi verið en við heldum, eða merkir það að líklega vantalið bara í öllum öðrum löndum, eða eru við bara lélegir að telja dauðsföll? Ég held, sko við höfum náttúrulega eftir að kannski heyra síðasta árs tölur líka frá öðrum löndum. Þannig að við höfum og ég held að þetta hafi svolítið verið stemningin víðarann hjá okkur á þessum tíma að fara að draga úr öllum grímuskyldu og samkomum takmarkunum og eitthvað svona. Það í rauninni við sjáum að þetta svona aðalega bara eitthvað Kína og eitthvað svona sem heldur áfram að vera harðir. Já, Eyjaálfa svona þráaðist við en gafst eiginlega upp á endanum, einmitt. Kosturinn sko við til þess Nýja-Sjáland var ekki endilega farið dauðsföll. Nei. Heldur var bara eðlilegt líf. Já, þau gátu haldið úti bara, hagkerfið var ekki fyrir jafn miklum. Ekkert maður bara í það saman að það sem að þeir fengu út úr sinni hörðustefnu var að geta að lifa eðlilegu lífi, að menna við vorum alltaf með samkomu takmarkanir og sem hefur bara haft varanlegar áhrif á sko félagslíf fólks, það sem er erfitt að ná bara leikhúsum öðru upp að því að fólk var aðverðast þessu. Já, og svo ennþá líka, það var nú frétt held ég í gær eða eitthvað svo leys það var ennþá fullt af fólki sem eru sjálfskipaðir í sóttkví. Og þá var sagt í þeirri frétt að óþörfu, en það kannski ekkert að óþörfu sko, meðan við þessa tölur sem að birtast í dag sko. Fólk kann að meta líka sína stöðu, fólk náttúrulega fólk sem veikt fyrir að vera náttúrulega að gæta sín. Já, einmitt. Það búið að sjálf það sem að sér eitthvað með grímu nú orðið. Já, sko ég fór í hús daginn með grímu. Já. Að því að þá var ég eitthvað með hálsbólgu og var að hafa ágjörð að ég var kannski bara með COVID í þriða skipti eða streptokokka eða eitthvað og ég ákvað að setja grímu og það kemur einhver í dingla og vill svo bjöllu og það kemur einhver kona til dyra og hún var rosalega reið. Það verður með grímu. Af hverju ertu með grímu? Og ég segi bara að því að ég er með hálsbólgu. Og hún bara það er enginn með grímu lengur, hún var rosalega fói. Fólk tekur því eins og að þú sett eitthvað að halda þig fram að hún sé óhrinn, að þú þurfa að verja þig út af henni eða sko mér fannst hún hreinlega bara svona líta á mig eins og ég geti verið innbrottsþjófur eða eitthvað svona, já, kannski líka því ég dingla og vill og bjöllu og eitthvað og svo bara eitthvað svona Súperhittin verður líka svolítið með grímur. Já, sumar. Það er þetta reyðilegt hérna megin. Já, einmitt. Það er rétt. Maður sér munnin á Batman. Já, sér munnin á hann.
ekki ég veit ekki ef ég reyna bara að fjalla þetta eitthvað svona. Jú, þetta það var umræða og ólík sjónarmið COVID sem náttúrulega eðlilegt. Einmitt. Og sumir töldu að þetta væri svona kúgunarafl ríkisvaldsins að þröngu okkur í því að leggja af frelsi okkar. En svo voru aðrir sem voru að tala það að þessu opnunin svona eftir að ríkisstjórnin endurnýjaði stjórnarsáttmálann, það var eiginlega það leyti þegar Willum fór yfir í þetta breytist og svolítið á þeim tíma. Það var bara ákveðið að þú veist bara stemmingin fyrir svona takmarkunum, hann bara búinn í samfélaginu. Það þýðir ekkert að hafa takmarkanir. Fólk fer ekki eftir þeim og það bara, við töpum á því að vera með það og þá bara opnuðu þetta. Og það kostaði, ég segi ekki þessar ákvarðanir, en það kostar þessi mannslíf. Eða COVID svo grimmt að það eru hátt í 400 manns sem að dóu. Já, rúmlega að tala líklega 440. En það einmitt, en þetta samt sko, ég held að svo spurning hvað eða hver ræður eða hvernig til dæmis þessum grímuskyldu að ég var út í Þýskalandi í sumar og haust og þar var grímuskylda í öllum lestum og öllum samgöngustrætóum og öllum og það var enginn að fætta fengur út í það. Það eru náttúrulega mjög hlýðindir. Ef maður alltaf lappi yfir á rauðu ljósi í Þýskalandi þá alltaf ykkur sem grípur í hendina á manni og stoppa mann sko. Já, ég fór til Feneyja líka og þar var sko í bátunum grímuskylda og það var eitt skiptið einn maður sem að neita að vera með grímu. Þá kom bara skipstjórinn, alveg svona 2 metra maður á endanum og bara heyrðu góði, bara út með þig og hann var bara hent frá borði. Þannig að ég var í Portugal held ég í sumar, ég held ég að vera í Portugal í sumar. Það rennur saman, þú varst í Portugal. Já, þar var grímuskylda í leigubílum og því. Já. Og svona. En ég hitt einmitt líka, hérna í vetur, konu frá Þýskalandi sem sagðist nota alltaf grímu í búðum og svona og hún sagðist vera litin þvílíku hotna á Íslandi. Það er fólk að tala þetta. Þannig að ég held að Íslendingar séu líka alveg ekstrím sko, einhvern veginn með þetta. Fólk móðgist ef ég með grímu að ég vil ekki smita þig eða ef að þú ert með eitthvað undirliggjandi og vilt ekki smita en þá bara fer fólk eitthvað að móðgast. Það er alveg förðulegt. Kannski við erum svolítið í því að það eru allir að vera í sama liðinu allir að vera eins þolum illa margbreytilegan, ég veit ekki. Herðu, en við skulum finna ef við treystum okkur við að hvort þessi nú stort borð því að það var svo mikill hiti í svona COVID-umræðinni að ef að fólk komið að saka hvort annað að hafa staði fyrir hefði við geta bjargað ykkur og svoleiðis, ég veit ekki hvort við þorum að vera við borðið. Já, það var nú held ég aðalega kannski svona bólusetningafólki sko með á móti bólusetningum. Það var mikil heiti því. Það var rosa heiti því. Líka í sambandi við mannst ekki að vera fólk sem stemdi ríkinu fyrir að það veri svift frelsi með að vera sett inn á Fosshótel. Já, einmitt, jú, alveg rétt. Það er rétt, já. Ég er búin að glemma því. Já, einmitt, já. En við rauðaborðið ávera þannig að við ráðum við að þetta er challenge, við erum að fá umræðu COVID í næstu viku. Já. Okay. Frábært. Hvað er Herðu, dauðinn? Já, næsti miðlunatillaga Ástaráðs. Já. Það er sem sagt þau eru sem sagt bæði alveg óánægð. Já, ekki alveg. Já, svona. Það fær engin sitt, sko. Nei, það er engin vinner þannig. Náttúrulega ég veit ekki hvað Efling fær út úr verkvallunum, þeir hópa sem fór í verkvall fá eitthvað. Þau fá eitthvað, já. Það er herbyggisþyrlun að fara upp einn launaflokk. Já. Ef við aðtóka hvað það er mikið. Það er 7. launaflokkur. Það gerist eftir 1 ár, þannig þetta eru 2.500 krónur á mánuði. Já, það er svo lítill munur það var ekki meira. Já, þeir fá það. Bílstjórarnir, þeir fengu einni fréttin var sagt að vera 28% hækkun á einhverjum tilteknum bónuskristlum. Já. Þannig að þeir fengu eitthvað. Það er á tíman sem að ég held að vera eitthvað 125 krónur á tíman sem að bættust við. Já. Þeir sem eru að keyra hættuleg efni. Já, þannig að allir hópanir sem fóru í verkvall fengu eitthvað og svo fá allir hinir bara það sama á SGS. Já. Og hann fór ekki í því að breyta þarna mannstöðu, við tölum oft það
að til þess að það er sami kostnaði fyrir fyrirtækin hérna fyrir sunnan og almennt út á landi að þá ætti að koma meiri hækkun fyrr vegna þess að það veri með yngri aldurs reynslu fólki í Eflingu en hann fór ekki út í það en hann beið eftir því að var ýmislegir svona hluti kláraðir að fólkið að þau kæmi sér saman það hvernig þetta ganga frá ákveðnum hlutum og til þess að fylgdi því bara strax samningu við Samskip hækkun á hafnaverkafólki og bílstjórunum þetta líka þannig að þetta ástráður virðist að gera þetta allt öðruvísi heldur en aðalsteinn. Já, hann virðist bara gert þetta þokkalega vel sko. Ástráð? Já, hann virðist það bara verið að vinna vinnuna sko. Já. Þannig að það er mikil munur á þessu. Já, mjög mikil munur. Og svo hefur líka verið umræðum það, þú veist, að þetta gangi ekki, að sáttasemjari verða að hafa meiri völd og eitthvað flera, en er ekki ástæður að sína það að þetta gengur bara? Þess þarf ekki, þú þarf bara að vinna vinnuna. Já. Það er eiginlega bara þannig. SA var hins vegar ósátt við það, eins og við nefndum hérna í gær, það var í vandamáli var að það er svona lína frá SA að þeir sem fari í verkfall, að þeir fá ekki afturvirkni. Og þá takk ekki samningu við það samningi. En núna í miðlunartillögunni þá er afturvirkni, núna er komin náttúrulega 1. mars, þannig að það er til febrúar, janúar, desember, nóvember, það er 4 mánuður sem að getur munað svona kannski 200.000 krónum. En SA hefur, eins og við sögðum hérna í gær, að þá var þetta sem stóð mest í því og tafði mest að fá SA til að kynkja þessu. Samþykja afturvirkni. Og það var ekkert að því að við vissum það er bara svona gískuðum á það af því að þetta er hæðstu upphæðnar í tengdum þetta og svona særðast að stoltið að fallast á að vera lögð frá málamiluna til að þannig að Eflingafólk fái 4 mánaða afturvirkni þó svo að það hefur farið verkfall Ég veit ekki Efling sendi frá sér skýrslu til sinna félagsmanna þar sem töldu upp ýmislegt Þar kemur fram að verkfall er ekki bara til þess að sækja krónur og aura heldur er það líka tæki til þess að byggja upp félag og sína samstöðu Sólveig Anna hefur sagt þetta í viðtölum að þessi margra ára vinna að endurvekja þetta félag upp úr þyrnirósasefni sínum og þau eru kannski búin að vera að klippa þyrnir undan Ég veit ekki hvort þú viljið til að vera fólkið á skrifstofunni sem er þyrnir unnin. En svo er þeir að vekja upp félagsmennina og eins og komið fram í fréttum og stærri samningarnefndarinn og fleiri og þá held ég að og líka fundunum í Iðnó og Hörpu og það var stemming í kringum Eflingu. Já, það er það sko. Miklu meira heldur en flest verkefnisfélög. Já. Maður sér mér að hérna Eflingarstarfsmenn sem er ekkit andla í verkfallum vera bara að ganga stoltir í Eflingajökkunum. Það er svolítið skemmtilegt. Það kom ein frétt sem að fór nú ekki víða. Ég var falin einhvers staðar inn í fréttatímum að það átti að vera samningafundur við opinbera starfsmenn. BSRB, BHM og Kennarsambandið. Og hugmyndin er svo að ná þeim öllum saman í eitthvað svona ramma starfsgreinsambandsins. Og það átti að vera fundur í dag kl. 2 en ríkið mætti ekki. En það mun hafa verið boðaður nýr fundur á morgun. Þannig að það mun halda áfram. Ég skrifaði inn á samstöðuna að því að nú svona í tilefni þess að starfsgreinssamband samningurinn verður miðlunartillagan og verður öllu líkjum samþykkt og það er líka ramminn sem er verið að berja opinberu félögin inn í og þá var ég að berað saman sko hvað hefði gerst síðan að samningarnir voru gerðir að því að núna til dæmis í þessari viku þú tekja eftir því að sérst eiginlega það er svona breytt efnaðsumhverfi nú verður bara fólk að horfast í augu við það þetta er ekki eitthvað tímabundið, þetta er ekki að fara við erum bara inn í allt öðru umhverfi heldur leit út fyrir haust og það er ein leið til þess að bera saman verðbólgu, getur alltaf gert eins og oftast er gert núna sem er að skoða verðbólgu síðustu 12 mánuði sem er ekkert snjallt sko því að það er hérna, það getur verið að hafa verið eitthvað kúfur bara páskana og hann hækkar þetta alltaf á leiðinni en önnur leið er að skoða sko verðbólguhraðan í hverju mánuði en ég ákvað að fara svona bílbeggja og taka verðbólguhraðan á ársgrundvelli síðustu 3 mánuði
Og þegar það var verið að semja í Karphúsinu starfsgreinasambandssamningin, þá var þess svona 4% verðbólga með við þennan mælikvara. Þannig að það leit út fyrir að það hefur bara komið verðbólgu og kúfur hérna sumarið og nú var eiginlega farin. Svo bara myndi leysast úr þessu. Og það hefði farið upp í 14 yfir sumarið, datnir í 4%, þá geraði samningin, nú er það komið yfir 12%. Þannig að þú veist, þetta er bara allt annað. Gengið, ég var með Evró var í 143, hún er í 152 núna. Ef maður myndi þýða það bara yfir í dýrari innflutning og innflutningur er svona 40% af neysluvísitölunni, eða þú veist, ef að króna fellur 10%, þá þýðir það 4% kjara yfirleitt. Þá er það, þú veist, hátt í 3%. Sem er komið þar og svo vextirnir að þegar var verið að semja, þegar var sest til samninga þá voru vextirnir 5,75 svo hækkuður hérna, þá fór Ragnar Þór og Vaffer út úr samflotinu við starfsgreinasambandinu, vildi ekki koma aftur starfsgreinasambandinu gerði samning þótt að vextirnir verið komnir í 6 svo í febrúar voru hækkar upp í 6,5 og núna er alveg ljóst að þið fara í sko 7,5 eða svoleiðis. Þannig að vextirnir hafa rókið upp, verðbólgan hefur rókið upp, gengið hefur fallið og síðan er annað sem að kemur, sem ég var að benda á, að við þekkjum þessar endalsu fréttir af góðum uppgjörum fyrirtækina á síðustu ári og Hagstofa var með í gær, þarna eins og við nefndum í gær, að það var 3,7% aukin hagvöxtur í fyrra á mann. Og það sem hann Konráð hagráðunautur Samtök atvinnulífsins lagði til grundvallar skammtímasamningunum þetta hét eitthvað sko brú til lengri samninga seinna þar var verið að tala framleiðni að það hefði dregist saman og þeir tóku ekki árið í fyrra en það kemur hann að 3,5% hagvöxtur á mann og svona ef þú verður að meta samninga úr hárri fjarlægð þá verður að vera að bæta verðbólguna og hún er núna síðustu 12 mánuðina 10,6% og framleiðniaukning upp á 3,7%. Þannig að þú ert komin yfir 14% sem að launin þyrfti að hækka til að halda í við og þá eru bara að tala inn á einu ári sko, en samningarnir til 15 ára þannig að raunverulega til þess að hlutur launafólksins væri það sama og það var áður en maður kikið til samningana þá ætti að stefna á 80% launahækkun. Býtu hvaða samningar eru til 15 ára? Já. 15 mánaða. Nei, ég ætlaði líka að segja 15 ára. Nei, sjómenn gerir til 10 ára. Já, ég var nefnilega með þess að betur þetta að tala sjómennina núna. Já, það er reyndar að þú nefnir það, þá er mikil skjálfti sko. Já, mér finnst það er óttið að fórustunni að þau verið feldir. Já, einmitt. Þessi 10 ára samningar. Já, mér finnst það ekkit óleiklegt sko, með stöðuna í dag. Ég veit ekki að kjör sjómann eru svolítið ólík svona öðru launafólki. Já, reyndar. En það sem ég var að draga fram og ef fólk eru áhuga þá getur að fara inn á samstöðum.is og séð þetta að það er náttúrulega það sem er svolítið kostulegt og nú er þetta þessi samningar sem að þóttu góði samningar með að við erum 5,6% verðbólgu þessu ári og að það væri bara engin framleiðniaukning. Nú eru þetta grundvallar sko þessar milljónatillögu og opinberir starfsmenn er að fara að semja á þessum nótum þar sem allar sko forsendur eru brostnar í rauninni. Ég meina Ragnar Þór segir þetta. Forsendur samningar brostnar. Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VFM segir þetta er bara brostið. En samt er haldið áfram. Já, ég meina samt er þessi milljónatillögu í gangi og samt á að fara að kjósa, skilur við þannig. Opinberir starfsmenn er að semja og þú veist þannig að þetta er mjög undarlegt umhverfi allt. En það er svolítið svona eins og líka stemning svona eins og nú séum við bara dottin í þennan verðbólgu pitt og það er enginn að leggja til aðgerðir þú veist, ríkið er ekki að leggja til neina sérstakar aðgerðir. Bjarni segist ætla í næstu fjármálaáætlun þá ætlar hann að kynna aukið aðhald með ríkisstofnunum svo þessi ekki að kera fram úr og sérstaklega heilbrigðisstofnunum. Já, en hvað ætlar hann að gera fyrir almenning? Hann reyndar í kvöldfréttunum í gær þá talaði hann að í þessari stöðu þá er mikilvægt að verja sko þá sem er að standa veikast fyrir. Já, hann sagði það. Hann sagði það. Hvort hann var að vísa til þess að það voru náttúrulega bara hleypt í gegn sko í sambandi við skattana og bara persónuafsláttur hækkaður í taktu verðlag og það var aðeins hækkaður húsaleigubætur og fyrst og fremst til þess að lækna hvað verðbólgan hafi getað niður aðeins rúmlega. Þannig að það er kannski ekki Ég veit ekki hvort það var að vísa til þess sem er búið að gera eða hvort það var að búið að það er gert meira.
Þau gerðu ákveðna hlutu mitt ári fyrra. Hækkuðu húsnæðisbætur og barnabætur. Já. Þannig að það geti verið að þau verið að tala sér inn á það að það yrði að koma með einhverja aðgerðir. Gera þetta aftur. Já, það allavega væri óskandi. Já, Katrín hérna er svona að því að hún var spurð út í það sem að Bjarni var að segja, þá var hún að segja að þetta aðhald væri ekki niðurskurður. Nei. Hver er munurinn? Á aðhaldi og niðurskurði? Nei, ég meina, það er verðbólga. Þú segjum að reka hérna Landspítalann og það kosti bara 100 milljarða. Svo er 10% verðbólga og það er að öll aðföng og laun og eitthvað svona 10 milljörðum meira. Þannig að þú keyrir 10 milljarða fram úr áætlun. Ég meina, er Bjarni að leggja það til að heilbrigðiskerfið, skólakerfið og öll grunnkerfið samfélagsins mun ekki vaksa í takt við hækkun verðlags? Ég veit ekki. Nei, en hún segir að það sé ekki niðurskurður. Nei, það er aðhald. Já, ég meina það er bara fínna orð, það er ekki. Ég veit ekki. Það er ekki bara fínna orð. Það er eitt sem við gerast þetta, þeir sitja á 5% já, ég veit ekki hvað að kalla þetta. 5% aðhald. Segjum þú þetta reka eitthvað, segjum Landspítalann. Segjum að kostu 100 milljarða, þá verður 5%. Þú þetta að spara 5% ári. Það er til í þessum fjármálapælingum öllum og bara fyrirtækjarekstri og ríkisrekstri og öllu það til alls konar svona fáránlega heiti eins og svona eitthvað svona áhættubók og eitthvað svona eða eitthvað svona skilur þar sem að eitthvað svona fögur heiti yfir eitthvað sem er ógæslegt. Yfir eitthvað svona sem er bara algjört rugl eða er frekar ekkit, er ekkit mjög næs. Það pröfa að reikna neitt fyrir þig. Sérst að því að það er oft svona 5% 5% þú verður að skera niður 5% ári og svo heldur það bara alltaf áfram. Já. Og það er líka næsta ári og að öllu óbreyttu að þá hefur Bjarni Ben, hann er búin að vera 10 ár fjármálaráðherra, ef hann myndi halda þessar reglu gangandi, þá er hann búin að leggja þá kröfu á Landspítalann að hann sé búin að skera sig niður 40% 10 árum. Ef það er alltaf sama reglar og það skera niður 5%, þá náttúrulega minnkar það. Já, hann alltaf skera meira og meira 5%. Já, ég veit það. Skerði inn að beini. Já, akkurat. En Katrín var líka eitthvað, hún var ósátt launahækkanir forstjóra. Já, ég veit. Við erum stundum verið að tala það hvernig hún talar, hún er svona ósátt þetta. Hún þungar áhyggjur af þessu. Hún þungar áhyggjur og ósátt og eitthvað svona, en það er ekkit meira en það kannski. Engar aðgerðir. Nei, Svo var Þorgerður Katrín var að ganga svolítið á sin gamla flokksbróður Bjarna Benediktsson í þinginu og var að segja hvað er planið og var svolítið að hæðast að honum að ætla að koma með eitthvað planið þegar fjármála áætlun verður kynnt. Þá segir hún eitthvað svona, ég meina, þetta er ekki búin að vera 10 ár hann í ráðinu, hvað er planið? Akkur þurfa að vera að bíða eftir eitthvað fjármála áætlun. Það er ekkert í þessu sem að kemur neinum á óvart. Nei, ég held ekki. Sá sem að segir að verðbólgan hafi komið mér algjörlega óvart, getur ekki verið alveg að segja satt, Nei. Þú getur verið vonbrigðum, það vonast eftir ykkur meira. Það kom í ljós að það sem ég vonaði voru bara falsvonir og nú er ég bara að horfast í augu raunveruleikann, þú getur sagt eitthvað svoleiðis. En þú getur ekki sagt eitthvað að verðbólgan hafi alltaf komið í hnakkan að þér. Nei, þú getur það ekki. Ég held ekki. Við erum með eitthvað meira eða hvað? Það er 1 af hverjum 4. Við ætlum að halda áfram að tala frétt í dagsins við hann Jóhann Pál rétt eftir. Já, 1 af hverjum 4 Íslendingum er á geðlyfjum. Og er það heimsmet eða? Það er alltaf að aukast geðlyfjanótkunin okkar og það er svona hraðar aukning hjá okkur heldur en hjá hinum Norðurlandunum. Við erum náttúrulega langt yfir þeim og höfum alltaf verið. Já. Svo erum við með svona amerískt heilbrigðiskerfi. Já, við erum bara stoltið amerísk að mörgu leiti held ég. En enda vorum við náttúrulega bara Ópíóðalyfin eru við erum bara nála þeim í notkun á þeim. Þannig að þegar ég er út í umferðinni að þá er 4. hver bílstjóri á geðlyfjum. Já. Og er ég þá í hættu eða? Nei, það myndi ég nú ekki Er það betra heldur en það var ekki geðlyfjum? Kannski, ég veit það ekki, nei, ég held að sé ekkit hvorki betra en að verra endilega, ég held að margir er alveg heim á geðlyfjum en svo er spurning hvort að 1 af hverjum 4 ætti endilega að vera á geðlyfjum, hvort að það sé ekki eitthvað óheilbrigt samfélag. Já. Það var nú
átt að vera tilraun að stofna geðheilsuteymi á heilsugæslunum og það hefur náðan Þetta með sálfræðingarna sem að Bjarni fjármagnaði ekki? Já, og svo var það eru held í 3 geðheilsuteymi og það eru svona 300 manns að sækjum á ári í hvert þeirra og það eru alveg gjörsamlega sprungin. Þú færði nú ekki tíma bara á heilsugæslunni hjá lækninum? Ég veit það, ekki einu sinni og ég meina heilsugæslunni minni eru held ég bara hver að fætur öðrum sálfræðingarnir búin að segja upp sko. Út af? Bara einhverju vinnuálag þannig að þetta svona. En varðandi með geðlyfjanotkunina, þetta svona dæmumál sem erfitt að ræðum. Já. Kannski eru allir sammála því að 25% af þjóðinni, það meikar ekki sens að hún sé á geðlyfjum. Það kannski einhver innflýtandi geðlyfja eða einhver svona sem að geti haldið öðru fram. En svo þegar hún nefnir þetta, að þá segir fólk, býtu hvað áttu við að ég ekki að vera geðlyfjum? Já. Þannig að það dettur alltaf á milli þess að setja að tala fjöldan eða einstaklingana. Þetta er náttúrulega verið frækt í allri umræðum ADHD notkun á örvandi lyfjum gegn ADHD. Þá dettur alltaf í svona. Við höfum aldrei tekist að ræða þetta mál. Nei. Það eru 73% íbúa á hjúkrunarheimilum á geðlyfjum. Já, það er búið að skilgreina öldrun sem sjúkdóm. Já. Er hún það? Það náttúrulega byrjar allt svona hrörna en þannig að öldrun er ekki kannski sjúkdómur en þú líkaminn byrjar að hrörna og þar að meðal kannski flutningu bóðefna. Ef þú trúir bóðefnakenningunni sem að við höfum verið að fjalla við fólk hér að sé fallin kenning hefur verið afsvonast. Bóðefnakenningin. Allir þessar grunnkenningar sem að byggja sem að lyfjafyrirtækin það var markasett SRRI lyfin og allt þetta að það eru ágætis rannsóknir sem sína fram á það að grunnurinn á bak við þessu er bara rangur. Já. Og þá segir fólki að það má vel vera. Er það þá pælingin að hormón og annað spili meira? Þá segja sumir það má vel vera en þetta virkar Já. Segja sumir. Já. En þú veist. En þetta með bóðefnin, þú kemur eiginlega 3-4 árum og seint með þetta. Þetta er alveg. Það talar enginn bóðefni. Það talar enginn bóðefni. Hvað talar fólk þá hormón og svona? Þá verið að tala að þú bara notar þau tæki sem hægt til þess aðstoða sjúklinginn, meðal annars þessi, og þá þarf þetta ekki að sanna þau að þau virki. En þá þú veist... Ég held að við þurfum að ræða þetta við Rauðaborðið, við þurfum að búa til einhverju umræðu. Ég var með einhverja í haust. Við getum rætt til dæmis við fráfarandi formann Geðhjálpar. Já, einmitt. Ég held að við þurfum að taka umræðum geðlyf hér við Rauðaborðið. Og bóðefnin. Við getum líka pröfað bara að tala saman og verið með svona skann á okkur. Svona bóðefna. Það verið þetta fylgjast þess að þegar ég sagði þetta áðan, þá verið þetta að sjá hvað gerist. Kæmi svona rauði flekkir í heilan á þér. Það væri góður skemmti þáttur, held ég. Þetta er búið í dag. Búið í dag.